Í þessu dæmi eigum við að finna líkurnar á því að einkunn handahófs valins nemanda lendi á milli 3,5 og 4,5. Okkur er gefið að meðaleinkunnin er 7,1. Staðarfráviki er 1,4 og fyrra x-ið sem okkur er gefið er 3,5. Seinna x-ið er 4,5 og sömu upplýsingar eiga við í staðarfráviki og meðaltali. Út frá þessum upplýsingum getum við fundið setustigið í báðum þessum tilfellum. Gerum það og formúlan fyrir setastigi er hér. Það er þá x-ið mínus meðaltalið deilt með staðarfrávikinu. Gerum nákvæmlega sama hér. X-ið mínus meðaltalið deilt með staðarfrávikinu. Svona. En nú sjáum við að báðar seturnar sem við fáum eru mínustölur. Þetta segir okkur ansi mikið. Þetta segir okkur það að báðar þessar tölur eru vinstra megin við miðju. Þannig að við staðsundum þær svona það bil einhvern veginn rétt. Þá er þetta hér, þessi hér og svo þessi er einhvers staðar hér. Og við erum einmitt að leita því hvað er þetta svæði hérna stórt. Þannig að við finnum líkurnar núna. Fyrst byrjum við að finna líkurnar fyrir þetta setastig og það er svæði héðan og hingað. Þannig að þá förum við í töfluna og finnum setastig sem er 2,57. 2,57. Þetta er 0,4949. 0,4949. Hinn er mínus 1,86, 1,86. 1,86, það er þá hér, 0,4686. 0,4686. Þá eru komið báðar þessar líkur. En við vitum sem sagt þetta hérna svæði og við vitum þetta hérna svæði. En við erum spurð þetta hérna svæði. Þannig að það sem við gerum með þessu er að við byrjum þá að velja stóra svæði hérna, þessa hér tölu, svona, og drögum svo frá þetta hérna svæði, svona, og þá munum við fá út hvað þetta svæði er stórt. Svona. Og það er eingöngu 2,63% á heildarmyndinni.